Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga. Í þessu myndbandi ætlum við að fjalla um ályktunartölfræði, tölfræði frá grunni og við ætlum að læra um metla og prófstærðir. Eins og þið munið kannski þá eru lýsistærðir tölur sem við reiknum út frá mælingunum okkar með ákveðnum hætti. Lýsistærðir voru eitthvað eins og til dæmis miðaltal eða staðalfrávik eða hlutfall. Við erum búin að sjá það að lýsistærðir eru í raun og veru slembistærðir. Núna ætlum við aðeins að grennslast betur fyrir tvo mikilvæga flokka af lýsistærðum. Og það er að segja að sumar lýsistærðir falla undir það sem eru kallað annars vegar metlar og hins vegar prófstærðir. Metlar eru lýsistærðir sem gefa mat á stigum líkindadreifingar. Til dæmis erum við með einhverja breytu sem við teljum að fylgi normaldreifingu og það verður metill einhver reikniaðferð sem gæfi okkur matið á væntigildi þeirra normaldreifingar. Annað dæmi væri metill ef við myndum trúa því að vera með einhverja breytu sem fylgir tvíkostadreifingu. Það er að segja breyta sem bara annaðhvort 0 eða 1 og við teljum að fylgi tvíkostadreifingu. Það verður metill einhver lýsistærð sem gaf okkur mat á hlutfallinu fyrir þessa breytu. Hinn flokkurinn af lýsistærðum eru það sem kallast prófstærðir. Og prófstærðir gera okkur kleift að framkvæma tilgátupróf sem við viljum sjá í síðasta myndbandinu í þessum kafla. Og sem dæmi væri til dæmis prófstærð sem gerir okkur kleift að álykta hvort að dreifni tveggja þýða sé ólík eða hvort eitthvað meðaltal þýði sé stærra en 20. Munum kynnast prófstærðum betur seinna. En kíkjum aðeins nánar á metlana. Við ætlum að læra um 3 metla. Sá fyrsti er metillinn á meðaltal slembistærðar. Og metillinn sem við notum til þess að meta meðaltal einhverja slembistærðar er einfaldlega meðaltalmælingana, eins og við bjuggumst við. Metillinn sem við notum til þess að meta dreifni slembistærðar er svipað eins og formúla fyrir dreifni en passið ykkur að við deilum með fjölda mælinga mínus 1. Og þetta er matið sem við notum til þess að áætla hvað sé dreifni einhverja slembistærðar. Síðasti metillinn sem við ætlum að læra er metill fyrir hlutfall og þá notum við orðalag við tölum heppnaðar tilraunir. Við erum með einhverjar mælingar sem eru annaðhvort 0 eða 1 og við ætlum að telja fjölda ásuna sem við fáum og það er x-ið okkar meðan n er heildarfjöldi tilrauna eða heildarfjöldi mælinga. Til að útskýra það betur þá er hérna með dæmi og hugsum okkur við séum með mælingar hérna. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, einhver tvíkosta útkomu. Og þetta getur til dæmis verið kyn á einhverjum einstaklinga sem við mælum og við bara kóðum kynið 1 og 0 fyrir karl og konu. Hvað verður þá matið okkar á P? Hvað verður matið okkar á því hlutfalli, að hversu hátt hlutfall, hverju líkurnar á því að þessi tiltekna breyta hljóti útkomuna 1? Og jú, matið okkar er einfaldlega fjöldi heppnaðra tilrauna deilt með heildarfjölda mælinga. Þetta eru alls 10 mælingar og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 þeirra voru heppnaðar. Svo við metum að hlutfallið sé 7/10 eða 0,7.